Komið sæl, ég heiti Óli Björn Kárason og þetta hlaðvarpsþáttur minn sem alltaf til hægri. Það væri hægt að sækja í orðakistu forseta Alþingis til að lýsa síðustu viku fyrir ríkisstjórnarflokkana. Djöfulsins helvítis andskotans. Þingvikan frá mánudeginu 1. desember til föstudagsins 5. desember var ekki sérlega góð fyrir ríkisstjórnarflokkana, var raunar í flestu afleitt. Guðmundur Ingi mennta- og barnamálaráðherra vék farsælum skólameistar og starfi og ekki verður annað séð en að þar að baki hafi búið persónuleg óvild í garð skólameistara frá hendi Ingu Sælands og óþol Guðmundar Inga sjálfs gagnvart andstæðum skoðunum og gagnrýni á stefnu hans breytingar og stjórnskipulagi framhaldsskóla. Og ekki batnaði ástandið þegar Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra lagði fram samgönguáætlun og setti fljótagöng í fyrsta sæti við gangnagerð og tók Fjarðarheiðargöng úr forgangi, göng sem að Austfirðingar hafa beðið eftir í áratugi. Fjarðargöng, það er að segja frá Seyðisfirði til Mjóafjarðar og frá Mjóafirði til Norðfjarðar og Súðavíkurgöng eru í 2. og 3. sæti. Það eru áratugir samkvæmt þessari áætlun að Fjarðarheiðargöng verða veruleika. Og ráðherrann vísaði í skýrslu Rannsóknarstofnunar Háskólans á Akureyri og sagðist hafa þar með verið með faglegt mat í grundvallar ákvörðun val á göngum. Síðan varð hann að játa að hann hafði ekki lesið skýrsluna heldur einungis útdrátt og virðist í rauninni hafa misskilið útdrátt en látið það liggja milli hluta. Ljóst er að skýrslan er ekki rökstuðningur fyrir ráðherrann að breyta forgangsröðun með þeim hætti sem hann hefur lagt til og stjórnarflokkarnir allir styðja og allir þingmenn stjórnarflokkana meira segja þeir sem komu norðaustur kjördæmi. Og svo heldi Þórunn Sveinbjarnardóttir, forseti Alþingis, olíu og eldinn eftir að þingmenn höfðu hvatt sér hljóðs undir fundarstjórn forseta til að ræða þessa uppákomu með innviðaráðherra, en það var það eini raunhæfi möguleiki þeirra til að gera athugasemdir við vinnubrögð ráðherrans í þingsal að minnsta kosti fram að þriðjudaginn 9. desember, en þeir hefðu sem sagt þurft að bíða í að minnsta kosti 5 daga. Og Ingibjörg Isaksen, þingflokksformaður Framsóknarflokksins, reið á vaðið. Frú forseti, í gær í óundirbúnum fyrirspurnum kom hæstv. Forsætisráðherra hér upp og fullyrti að það hafi verið haft faglegt mat þegar var verið að ræða og niðurstaða komst varðandi forgangsröðun jarðgangakosta í samgönguáætlun. Það sem er hins vegar að koma í ljós mjög skýrt núna er að allar forsendur fyrir þessu faglega mat eru brostnar. Ráðherra virðist ekki hafa kynnt sér skýrsluna sem hann vísar hér til og byggir sitt faglega mat á, auk þess sem að skýrsluhöfundar hafa bent á að skilningur ráðherrans er allt annar heldur en skýrsluhöfunda sjálfra. Í ljósi þessa þá virðast vera algjörlega brostnar forsendur hvað varðar samgönguáætlun og það væri ágætt og ég vil beina því til hæstv. Forseta að fá hér, það væri kannski ágætt að fá hæstv. Forsætisráðherra og innviðaráðherra til að útskýra hér fyrir þingheimi hvernig þessar faglegu forsendur voru fengnar og kannski líka að útskýra fyrir fólkinu á Austurlandi að þetta er engin smá ákvörðun að taka, hvernig þau byggja þessa ákvörðun sína. Það væri mjög gott þess að við getum einmitt líka rætt á samgönguáætlun í framhaldinu. Jens Garðar Helgason varaformaður Sjálfstæðisflokksins og þingmaður Norðausturkjördæmis steig einnig í pontu og gagnrýndi vinnubrögðin. Virðulegur forseti, hæstv. Innviðaráðherra sagði á dögunum þegar hann kynnti samgönguáætlun að þetta hefði verið unnið á faglegu mati og unnið eftir skýrslu. Síðan kemur hæstv. Forsætisráðherra hér upp og talar að þetta hefði verið faglega unnið. Í fjölmiðlum í gær kemur fram að hæstv. ráðherra hafi ekki lesið skýrsluna. Það undirstrikar bara það eitt sem við Austfirðingar vissum
og nú búið að staðfesta að þetta er hrein og bein pólitík, hefur ekkert með fagleg vinnubrögð að gera og eftir sitja Austfirðingar eftir með sárt ennið. Fleiri þingmenn tóku einnig til máls, þar á meðal Eyjólfur Ármannsson og Guðmundur Ari Sigurjónsson, formaður þingflokks Samfylkingarinnar. Gefum ráðherra orðið. Virðulegur forseti, hér verið að tala skýrslu sem kom út 24. nóvember síðastliðinn. Ég átti gríðarlega góðan fund með skrifstofustjóra samgöngumála í mínu ráðuneyti þessa skýrslu og ég las sama til skýrsluna frá blaðsíðu 55. Ég skora allan þingheim að lesa hana. Í kafla 6.1, arðsemi, þar kemur fram að Fjarðarheiðargöng með núverandi ábata mínus 38 milljarðar. Fjarðargöng mínus 23, arðsemi er meiri af Mjóafjarðargöngum eins og þeir kalla skýrsluna sem eru Fjarðargöng og það er líka verið að fjalla þar tengingu svæða og talað um til dæmis að Fjarðarheiðargöng og Mjóafjarðargöng séu bylting saman. Í skýrslu frá 2023 er hins vegar sagt að Fjarðargöng yrðu byltingarkennd frá sama háskóla. Í kafla 6.4 er fjallað það að vissulega rjúfi Fjarðarheiðargöng vetrareinangrun og svo framvegis, en það breytir því ekki. Við metum þetta heildstætt og þegar ég tók við embættið 21. desember síðastliðinn þá fór ég strax að pæla í samgönguáætlun. Höfum það alveg á hreinu. Það eru skýrslur til frá 2019 Seyðisfjarðargöng sem við lesa, önnur skýrsla líka sem 250 blaðsíður sem jarðgöng á áætlun. Hún 250 blaðsíður og ég vona að þingmenn verði búin að lesa þetta áður en við hefjum umræður vonandi næstu viku samgönguáætlun. Það skal játað að sá hér talar átta sig ekkert á því hvert ráðherrann var að fara með þessari ræðu. Ekki var hann að svara gagnrýni þingmanna og ekki minntist ráðherrann einu orði og athugasemdir eða ábendingar sem Hjalti Jóhannesson, annar skýrsluhöfunda, setti fram í viðtali við Spegil fréttastofu ríkisins daginn áður. Eyjólfur Ármannsson hélt því fram, bæði þegar hann kynnti samgönguáætlun og í ræðunni sem við heyrðum hér áðan, að Fjarðargöng skilu umtalsvert meiri samfélagslegum ábata og jákvæðri arðsemi en Fjarðarheiðargöng. Þessi fullyrðing rímar í engu við áðurnefnda skýrslu rannsóknarmiðstöðvar Háskólans á Akureyri. Nei, og ég átta mig ekki alveg á því hvað átt við með samfélagslegur ábati. Að því eins og ég er búin að lýsa þá erum við að skoða þetta eftir 4 víddum og það er engin ein niðurstöðutala fyrir allt þetta. Ef til vill hann að tala þarna arðsemina, að það er lítilsháttar arðsemi af Mjóafjarðargöngunum pluss 0,27 minnir mig og í tilviki Fjarðarheiðarganga mínus 0,9. En þetta orðalag samfélagslegur ábati, þið notið það ekki það? Nei, við höfum ekki notað það í okkar verkefnum og ég satt segja ég ekki alveg viss við hvað átt. Og þetta var viðtal sem að birtist í Speglinum, eða réttar sagt hlutur viðtali sem birtist í Speglinum við Hjalta Jóhannesson. Og það var greinilegt að þráðurinn orðinn stuttur hjá stjórnarliðinu, enda virðist flestum ljóst að innviðaráðherra hefur haldið sérstaklega illa á samgönguáætlun og beinlínis orðið uppvís að þekkingaskorti og ef ekki þekkingaskorti þá blekkingum, annað hvort. Og svo þetta bætist við þessi uppákoma varðandi brottvikningu skólameistara Borgarholtsskóla. Og þegar umræður fundarstjórn forseta höfðu staðið í 20 mínútur ákvað þingforseti að gera hlé á þingfundi og á leið sinni úr forsetastól heyrðist Þórunn Sveinbjarnardóttir segja: Ég komið nóg, djöfulsins helvítis andskotans pakk. Sem sagt, forseti Alþingis lítur á þingmenn minnihlutans sem pakk, helvítis andskotans pakk. Sá sem þannig hugsar samferðafólk sitt getur aldrei ætlast til þess að njóta trúnaðar eða trausts þess. Og ef það er eitthvað sem forseti Alþingis þarf á að halda, fyrir utan yfirvegun, sem greinilega sitjandi forseti hefur ekki, í erfiðu og flóknu starfi, þá er það traust frá hendi minnihluta ekki síður en meirihluta. Þórunn Sveinbjarnardóttir hefur með dómharku sinni og dónaskap gert sjálfum sér og ríkisstjórninni mestan óleik.
Hún hefur vængstýft sjálfa sig sem forseta. Það er óhugsandi að þingmenn stjórnarandstöðunar geti nokkru sinni borið traust til forseta þingsins. Slíkt væri merki almennt og algjört geðleysi. Þegar þing kom saman í september síðastliðnum, báru margir þær vonir í brjósti að forseta tækist að byggja aftur upp traust við þingmenn, ekki síst þingmenn minnihluta. Eftir að Þórunn Sveinbjarnardóttir beitti svokölluðu kjarnorku ákvæði þingskapa til að stöðva umræður á Alþingi umdeilda hækkun veiðigjalda í vor eða sumar, var trúnaðarbrestur á milli stjórnarandstöðunar og forseta. Í sameiginlegri yfirlýsingu þingflokksformanna minnihlutans sagði ekki verið hægt annað en að líta svo á að forseti sé fyrst og fremst fulltrúi meirihlutans en ekki forseti alls þingsins. Greinlegt er að Þórunn áttaði sig á alvarlegum afleiðingum þess alls. Í ávarpi við þingsetningu sagðist hún vonast til þess að endurvinna traust margra í þingsal og því ætli hún að vinna að heilindum og hlustum á brot úr ræðu Þórunnar. Í sumarleið greip forseti til þess ráðs að beita 1. málsgrein 71. greinar þingskapalaga til að binda enda á aðra umræðu þingmál. Umræðu sem þá hafði staðið lengur en dæmi voru Aðstæður voru óvenjulegar og flóknar. Þegar ég lagði til að umræðunni lyki var að mínu mati fullreynt að samningar þinglok myndu takast. Það voru vissulega vonbrigði að samningaleiðin reyndist ekki fær og af því þarf þingheimur að draga lærdóm, bæði stjórnarliðar og stjórnarandstæðingar. Ég mun ekki leita blóraböggla ellegar setja fram eftir á skýringar hvað hefði betur mátt fara. Sem forseti Alþingis tek ég fulla ábyrgð á beitingu 71. greinarinnar við þær aðstæður sem ríktu í sumar. En ég segi við ykkur, háttvirtir þingmenn, að leiðin frá þeim stað sem þingið var á 14. júlí síðastliðinn, leiðina frá þeim stað verðum við að feta saman. Ég er meðvituð að sem forseti þarf ég að endurvinna traust margra í þessum sal. Og af því ætla ég að vinna af heilindum. Ég bið líka alla hér inni að axla sameiginlega ábyrgð á því verkefni að koma þingstörfunum í skilvirkara horf. Það er sameiginlegt verkefni okkar og ég ætla að leyfa mér að halda því fram að það myndi mælast vel fyrir hjá kjósendum okkar ef það tekst. Sé ásetningurinn jákvæður og viljinn góður, maður færa margt til betra horfs í góðri sátt og samvinnu. Þetta sagði þingforsetinn við þingsetningu núna í september, eins og þið heyrðuð áðan. En þessi orð hafa reynst innantóm, merkingarlaus, enda viljinn hvorki jákvæður eða góður. Með ummæli sínum djöfulsins helvítis andskotans pakkið í minnihlutanum opinberaði forseti raunverulegt viðhorf sitt til þingmanna minnihlutans. Það er rétt sem leiðara höfundur Morgunblaðsins bendir á að orðin dæma Þórunni sjálfa en ekki minnihlutan og leið undirstrika þau að trúnaður Þórunnar sem forseta liggur ekki hjá þinginu heldur hjá þingmeirihlutanum og ríkisstjórninni. Framganga Þórunnar sýnir að það er ekki hægt að treysta dómgreindarinnar. Hún býr heldur ekki yfir þeirri yfirvegun sem forseti á hverjum tíma verður að búa yfir til að hún sé kleift að fást við flókin og stundum erfið viðfangsefni, úrlausnarefni sem meðal annars felast í því að miðla málum. Björn Bjarnason segir í dagbókarfærslu að framganga Þórunnar sé líklega einsdæmi í sögu Alþingis eftir að það var endurreist 1845 eftir mikla niðurlægingu í lok 18. aldar
þegar þingið hraktist frá þingvöllum til að forða þingmönnum frá kulda og vosbúð í gisnum kofa. Orðrétt skrifar Björn. Nú búa þingmenn við annars konar niðurlægingu og hana af hálfu sjálfs þingforsetans, þrátt fyrir loforðum bót og betrun við setningu þingsins í september. Og Björn heldur áfram. Hér var því haldið fram að Þórunn Sveinbjarnardóttir yrði að víkja úr embætti forseta til að skapa frið þingstörf eftir ofríkið sem hún beitti 14. júlí, þar að segja þegar hún beitti kjarnorkuákvæðinu. Er furðulegt hvað þingmenn sýna henni mikið langlundargeð. Nú tekur hins vegar steinin úr þegar framkoma hennar og að leið úr forsetastóli samrýmist ekki ákvæðum í siðareglum þingmanna. Björn bendir á að þingmenn setji sér siðareglur til að framganga á þessu tagi kalli á mat af ráðgefandi nefnd fyrir forsætisnefnd þingsins. Fari málið ekki slíkt matsferli virki siðareglukerfi þingsins alls ekki. Sem sagt, taki siðanefnd Alþingis ekki til við að skoða þessi ummæli forseta þingsins, að þá er eins gott að leggja siðareglurnar niður. Þingforseti sem ber þann hug til minnihlutans á Alþingi sem birtist í blótsyrðum er óhæfur til að sameina þingheim að baki sér, skrifar Björn. Eitt er ljóst, forseti Alþingis er rúinn trausti og þegar þingforseti glatar trúverðugleika verða þingskapalögin bitlítil og umræði í þingsal verður enn bituri og ómálefnalegri en nokkru sinni. Hvort Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, sem vill kalla ríkisstjórn sína verkstjórn, ætlar að sitja þegjandi með hendur í skauti á eftir að koma í ljós. En þögnin og aðgerðarleysið verður dýrkeypt. Allir þingmenn ríkisstjórnarflokkana bera ábyrgð á forseta þingsinn, en engin meiri ábyrgð en Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra. Ég þakka þeim sem lítu. Eigi góða stund.